Kynhneigð hverjum við löðumst að, það sé að fólki af hvaða kyni við löðumst að, það að segja verðum skotin í eða ástofngin af. Gagnkynhneigð þegar við erum að laðast að fólki að gagnstæðu kyni, heldur en við upplifum. Ef að ég upplifi mig sem karl og laðast að konu, þá ég gagnkynhneigður og eins ef kona laðast að karli. Ef við löðumst að, eða verðum skotin í fólki af sama kyn og við erum, þá erum við samkynhneigð. Ef við löðumst að fólki af báðum kynjum, þá erum við tvíkynhneigð. Ef við löðumst að fólki óháð kyni, heldur bara að einstaklingnum sjálfum, þá það kallað pankynhneigð. Og fólk sem laðast bara sjaldan að öðru fólki, það kallað að vera eikynhneigð. Það eins með þetta og með kynvitundina. Við þurfum að taka tillit til að fólk bara alls konar og það ekki allir eins og við. Þetta var mjög viðkvæmt hérna áður og fólk átti erfitt með að upplýsa aðra ef það var ekki gagnkynhneigt. En sem betur fer í dag samfélagið miklu móttækilegra fyrir svona í dag og miklu meiri skilningur og fólk sýnir almennt miklu meiri tillitssemi. En við þurfum samt að passa okkur að sýna öllum fulla tillitssemi þó svo fólk sé ekki eins og við. Það bara allt í lagi. Í kjarna hverja einustu frumu líkamans erfðaefni. Þetta erfðaefni DNA. Þetta í raun bara þráður sem líkaminn getur lesið. Og þessi þráður myndar það sem við köllum litninga. Og þeir eru uppskrift af útliti líkamans og allir í starfsemi. Við erum með 46 litninga, 23 litninga pör og við fengum 1 par alltaf í hverju pari frá mömmu, 1 frá pappa, þannig að 23 frá mömmu, 23 frá pappa. En þetta stýrir allir í starfseminni. Líffræðilega kynið sem ég ræddi áðan, og þetta almenna reglan, það eru til frávik frá sem ég nefndi líka hérna áður. Við erum með kynlitninga, það litningapar nr. 23 og það eru til tvenns konar kynlitningar, það að segja X og Y. Og ef ég fekk X frá mömmu og X frá pappa, þá ég kona. Ef ég fekk X frá mömmu og Y frá pappa, get ekki fengið öfugt, því að mamma bara með X til þess að gefa mér, að þá ég karl. En það ekki allir svona. Og sumt varðandi skilgreind kyneinkenni eitthvað annað en þetta. Þannig að þetta flóknari en bara svona, en fyrir langflesta þá þetta svona. Því að eggið kemur alltaf með X, af því að konan XX, en sáðfrumurnar annað hvort með X eða Y. Og ef það kemur X sáðfruma, þá verður barnið kona eða stelpa. Ef það kemur Y sáðfruma, þá verður eggið strákur eða karl. Litningarnir, þessir löngu þræðir af DNA, og einn svona litningur rosalega langur þráður, honum pakkað saman og pakkað saman og pakkað saman margoft hérna, en þegar við tökum hann og drögum hann í sundur, þá hægt að fara að lesa einstaka, þetta kallaðir niturbasar. En einn svona partur sem segir til eitthvað ákveðið, köllum við eitt gen. Og það margt í útlit okkar sem ræðst af mörgum genum, auglitur, hárlitur, hæð, alls konar hlutir. Það meir en eitt gen, þannig að pínu erfitt að útskýra það. En sumt ræðst bara af einu geni. Til dæmis eiginleikin að geta gert svona. Þetta get ekki allir. Og það bara, annarkvort getum við þetta eða getum við þetta ekki. Og það bara, á alls ekki að gera grína þeim sem getur þetta ekki. Þegar þeir getur þetta ekki, þetta ekki spurningum að æfa sig. Annarkvort bara til uppskriftaði hvernig að gera þetta í líkamanum eða ekki. En síðan eru það blóðflokkarnir og þá erum við að tala þetta ABO blóðflokkakerfi. Það virkar þannig að það eru þrenns konar gen sem við getum haft. A, B og O. A og B eru það sem við köllum ríkjandi, þar að séu þau ráða. En O víkjandi. En blóðflokkarnir, þetta ekki blóðflokkarnir, heldur þau gen sem sá bútur, og ef ég fæ bút af A, þá kalla ég bara bútin eða genið A. En það ekkert A þarna, þetta bara eitthvað nafn sem við gefum þessu. Og blóðflokkarnir eru þá A, AB, A, B og O. En það eru til fleiri samsetningar á þessum þremur stöfum, því að ég get fengið AA, þá ég augljóslega í A blóðflokki,
Ég get líka fengið A og O. A frá mömmu eða pappa og svo O þá frá hinu foreldrinu. Og það bæði er A-blóðflokkur því að A-ið ræður yfir O-inu. Sama með B-ið, BB er B-blóðflokkur, BO er líka B-blóðflokkur. AB hins vegar, það ráða bæði og þess vegna er það sérblóðflokkur og O er O-blóðflokkur. Maður er ekki O nema fengið það frá báðum. Og ég ætla að sýna ykkur hérna, ef að þetta fjólublá er annað foreldrið sem er þá í AO, er í A-blóðflokki en hefur arfgerðina AO og hitt foreldrið er í B-blóðflokki með arfgerðina BO. Og ef við förum hérna inn í þá myndum við segja að ef að þetta barn þá fær það þennan staf frá þessu foreldri og þennan staf í þessu. Þannig að frá fjólubláa fengi það A en frá græna B. Ef ég fer hingað þá fengi það B frá öðru foreldrinu og O frá hinu. Hér A og O hér O. Þannig að þessir tveir foreldrar, annað foreldrið í A-blóðflokki hitt í B, getur átt barn í hvaða blóðflokki sem er. Í A-blóðflokki, B-blóðflokki, AB og O. Svona reitatabla er notuð til þess að sýna líkur. Það er ekki þannig að eitt barn verði svona, eitt barn verði svona og eitt svona og eitt svona. Heldur eru líkurnar. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 í hvert einasta skipti sem þessir foreldrar eignast barn. Eins og ég nefndi varðandi blóðflokkana að þá eru til það sem við köllum ríkjandi gen. Það er að segja eitt gen ráði yfir öðru geni. Og ef ríkjandi geni kemur fram eins og A-blóðflokkur að þá skiptir einhver máli hvort það hittir líka A eða O. Því ef það kemur O sem er víkjandi þá lúffar það alltaf. Þannig að til þess að O-ið, víkjandi genið, komi fram þá þurfum við að fá það frá báðum foreldrum. Því að þá er ekkert sem ræður yfir því, þá fá þau að stjórna. Við notum stóra bókstafi, eins og þið sáðu, ég notaði stórt A fyrir A og B, en lítinn staf, lítið O fyrir víkjandi. Og þetta er alltaf tveir bókstafir sem, þegar við skoðum hvert einkenni fyrir sig, eitt sem kom frá mömmu og eitt sem kom frá pappa.